Herðu, það komið líður dagur, klukkan dætt í 2 og strákurinn loksins að vakna. Svona frá milli lúrnum sínum. Halló. Edda. Hæ. Ekki röðs? Hæ? Já. Herru, ég ætla að fara að koma núna á fætur og við þurfum að fara að gera óbóðslega mikið í dag. Ekki? Já. Ja, herru, við strákarnir, jæja, ég byrja alltaf, ef þið eru búin að vera að horfa á einhverja vídeoflöggurum mínu, þá byrja ég alltaf því ég tekur vélina. Jæja, herru, hérna, við erum farnir á stað, klukkan 2:30, klukkan alltaf margt, þessi var að vakna. Já, og hann að fá sér að drekka líka. Og hérna, við erum að bruna núna upp í vinnu til mín, ég þarf að prenta út flugmiðana svo ég geti farið í bankann og fengi gjaldeyri. Svo bara svona fullt af einhverju stússi. Ég að fara að hitta einn frægan á eftir og að fara að gefa honum ein litla gjöf sem mér áskornaðist. En út af því að ég og konan erum að fara í smá ferðalag og hérna, þá getum við ekki farið. Þannig að ég ætla að gefa þessum fjallmyndarlega söngvara, bloggara, hann snappari. Hérna, ég ætla að gefa honum miðana. Og hérna, ég núna bara að vinna í því að reyna að klára hérna, bankavesinnið. Þetta svona eins og maður sé að brjóta af sér að sækja gjaldeyri. Það bara svona, já, ertu með flöma? Já, hérna, ertu með skilríki? Fuck, það skilríki. Jú, ég með skilríki. Og hérna, þú veist, þetta svona eins og maður sé að gera eitthvað af sér, sko. Herðu, við ætlum að drífa okkur og tíminn naumur. Herðu, þá ég búinn að fara í vinnuna, ég búinn að prenta út, þetta alveg í hraðferð út af því að það eiginlega bara 10 mínútur í það sem ég að fara að loka bankanum og og hérna, já, ég að fara í bankan núna, svo ætla ég aðeins að koma við hjá pappa, þar fullt af skildmennum mínum frá Akureyri. Þau að japla á skötu, þannig að ég ætla aðeins að kíkja á þau, ég ætla kannski ekkert endilega að fá mér skötu. Ég ætla svona að forðast við að lykta út af því að ég á eftir að fara og setja hundir í pössun. Ekki allt í lagi, Baltasar? Já, við ætlum að setja hundir í pössun og svo ætla ég aðeins að reyna að fá að vera með stráknum. Ég ætla að borða með honum einhvern kvöldmat og svo hérna þarf ég að fara með hann til ömmu sinnar út af því að amma alltaf svo góð, sko. Mamma hennar Anitu, hún ætlar að passa upp á drengjunum meðan við erum í þessu ferðalagi. Og já, ég verð að viðurkenna að mér finnst rosalega erfitt að setja hann í pössun, sérstaklega svona nokkrar nætur. Já, þannig að ég ætla bara að henda mér í bankan og bara sjá stað. Já, þá erum við að fara að henda okkur hérna í bankan og aðtók hvort við fáum gjaldeyri. Sem betur fyrir ekki mikið að gera. Herru, þá erum við búin í bankanum og núna ætlum við... Má ég fá lykilinn? Má ég ekki fá lykilinn? Við komumst ekki neitt ef ég fæ ekki lykilinn á bílnum. Má ég fá? Má ég fá? Blessar? Má ég fá lykilinn? Takk. Já, herru. Svo. Og þá var þetta búið. Herru, hérna, já, við ætlum að kíkja á afa og Steinun ömmu og alla ættmennina og ég ætla aðeins að segja hæ við þau og svo bara heldur áfram dagurinn. Og það spurning, hvaða frægur einstaklingur ég að fara að hitta á eftir og að fara að gefa 2 bíómiða. Þú verður að halda áfram að fylgjast með. Æi, það alveg tröllatár. Já. Bye bye. Herru, þá erum við komin til pappa og við ætlum að kíkja hérna aðeins í heimsókn, strákandir.
Sko, þarna eru þið. Hæ. Hvað segir þið? Bara. Þið rétt náðu Lillu á þeim? Já. Baldur sagði þetta í afa. Ég er með bleika. Við erum komin heim, við erum búin að vinna okkur heim. Ég er að fara að hafa Ronju til út af hún er að fara í pössu núna eftir örstutta stund. Ég er eiginlega ekki búin að stoppa hérna á dag. Þannig að, já, ég er bara eiginlega að drífa mig núna að hafa strákinn til, hafa Ronju til, setja Ronju í pössun, svo er ég að fara að hitta þennan einstakling sem er, já, þið ættu það hérna, gera ykkur grein fyrir því að ég er að fara að hitta einstakling á eftir. Ég áttir að sakna hann svo mikið, sko. Hei, opposi! Gælt í lagi? Baldursar? Gælt í lagi? Allt í lagi. Já, þannig að ég ætla bara að drífa mig að halda áfram að græja allt sem ég þarf að græja. Já. Hæ. Þetta er Ronja. Grútið. Skrúta. Herru, ég ætla bara að halda áfram að gera það sem ég þarf að gera. Hver er að koma? Passaði hundinn. Passaði hundinn. Hæ. Þetta er mamma. Þetta er mamma. Hæ. Er Ronja hérna? Hæ. Ég gott að vera, það er Halli. Wow, hvað mun vera litla hana þetta? Hæ? Nei, út að knúsa mig. Ronja. Koti. Er Ronja? Strákarnir komnir á Vox og við erum að fá okkur eitthvað aðeins að borða í vinnunni á mömmu. Gaman? Nei. Þetta er svona samlokur í veg. Framleika. Hann er bara ánægður með bókinu sig. Rosalega gott. Það er kært, þá getur það líka því líka með. Ég held að þetta sé eitthvað algjör snill. Herru, þá erum við búin að setja Ronju í pössun og ég er stopp akkurat núna. Ég er stopp á rauðu ljósi þannig ég ætla að nýta tíma núna meðan ég er að tala. Við erum að fara að detta heima hjá ömmans Baltasar, mömmunar Anitu og hann er að fara í pössun, nokkra daga pössun þar og ég verð að viðurkenna að klukkan er núna 8 og mig dauðlangar að halda honum til 10 vakandi og skila honum svo en hann er orðinn mjög svo þreyttur, elsku strákurinn og þú veist vá, ég á eftir að sakna svo geðveikt sko, ég er strax byrjar að finna svona þetta verður ömulega erfitt sko. Sjáu hvað þetta er fallegur. Já. Herru, ég ætla að henda mér til ömmu hans og setja hann í pössun. Herru, þá erum við komin til ömmunar. Elsku kallinn. Hæ. Vá, hvað er virkilega fallegt veður úti. Núna er ég bara einn og hundurinn er farin í pössun. Baltasar, hann er komin í pössun og núna er bara basically að bíða eftir því að Aninda er búin í vinnunni. Þá förum við að pakka niður og svo erum við að fara í ferðalag. Og ég er strax farin að sakna Baltasars og ég er svona á mörkunum að fara að gráta. Þetta er alveg, mér finnst þetta mjög erfitt en þetta er bara lífið en ég er á leiðinni heim núna. Já, herðu, ég biðst afsökunar á því, ég er reyndar ekki alveg á leiðinni heim. Ég er núna að fara að hitta þennan fræga söngvara, fræga snappara og ég er að fara að gefa honum 2 bíómiða sem ég áskornaðist. En eins og ég er búinn að segja þá
get ég og Anita ekki farið í bíó út af því að við erum bara í flugvél á leiðinni heim akkurat, eða svona, við erum nýlend en ég stór efast að við séum í einhverjum gír að fara í bíó eftir, þú veist, 4 tíma flug eða eitthvað álíka og fara á einhverja hryllingsmynd á 12 á miðnætti. Þannig að, ég er næstum búinn að missa vélina, en hérna, já, ég er núna að fara að hitta hennar einstakling og þið fáið að sjá hann eftir örstilla stund. Þannig, þá erum við komin heim til hans og smá hint, hann á 2 ketti og hann á hennan Cherokee. Herru, þá er ég loks komin heim til hans og ég er búinn að afhenda honum bíómiðana og þetta er meistarinn. Og ég er mjög þakkláttur og Snúður verður sérstaklega kátur því að ég er svo hræddur þegar ég kem heima að hann fær að knúsa mig alla nóttina. Já, mér að passa hann. Herru, bara takk aðeins að... Herru, takk fyrir mig maður. Bara hafa það gott hérna. Já, við ætlum að fara. Herru, þá erum við komin heim og ég verð að viðurkenna að það er rosalega skrítið að vera komin heim og það er engin hundur, það er ekkert barn, konan er að vinna og ég er einn heima. En aftur á móti hitti ég allsvaðalega mikið meistara og það er eiginlega mikinn heiður að fá að hitta Pétur Jesú og ég ætla að setja snappið hans hérna, bara að verður einhvers staðar hérna og þið getið screenshotað vídeóið og addið honum. Addaðu þessum miklu meistara, ótrúlega gaman að fylgjast með honum. Hann er að gera ótrúlega góða hluti og líka skemmtilegt þegar einstaklingar eru að opna líf sitt. Það er svona eiginlega bara sama og ég er að gera nema bara ég býti vídeo og setja það inn á YouTube og inn á likesina mínum. Það er svona það sem ég er að gera. En ég ætla að kíkja aðeins yfir Snapchatið og ég ætla að leyfa ykkur að sjá svona cirka hvaðan Pétur er að gera á Snapchatinu. Guð minn almáttugur, holy Christ. Þetta sem ég sagði áðan, það var alveg það allra fyrsta sem ég sagði í dag. Já, svona er þetta, en það er sól úti, sýnist það. Og sem fyrr og alla daga. Og slælda hérna á kottunum sínum, við hliðina á mig og Snúður hérna við hliðina á mig. Heljastuðir. Kötturinn sem Pétur hélt á áðan þegar ég hitt hann, það er sem sagt Snúður. Já, þetta eftir. Þannig þá? Ég klára bara kísuspammið í dag. Og ef ykkur finnst skrýta að ég sé bara að bera ofan að gera snapp, þá er viðkomandi ekki búinn að fyrir sund í mörg ár. Halló, Bergur. Snúður er tilbúinn í skransöluna, eða ekki? Snúður! Það er ekki gott púngbragð af honum Snúði, það getur sagt ykkur. Ég veit ekki með ykkur en ég held að það sé ekki gott að fara í sleik með kaktus. IKEA er einstaklega barnvænt fyrirtæki því að hérna eru 10 ára börn sem bera ábyrgð á öllu. Og áfram heldur Snapchat að vera gott við mig. Þann Danni sem að fylgir mér og er toppnáðungi, hann var að gefa mig 2 miða hérna á Don't Breathe miðnættursýningu á laugardaginn og ég er að fara í bíó hérna sérstök FM 957. Hipp og cool. En ég vil vara ykkur við því. Myndin er bönnuð á 16. 16 segi ég. 16. Rúsninga. Þannig að það verður spennandi að fara á bíó og hryllingsmynd. Og allir ég þurfi ekki að knúsa kettina massíft þegar ég er búinn að horfa á þessa mynd. Herðu, ég ætla að fara að enda þetta í kvöld eða í dag. Klukkan er orðin allt og margt. Ég á eftir að pakka öllu dótinu mínu, hlaða þessa myndavél. Ég á eftir að klippa og setja þetta allt inn á netið. Þannig að það er nóg að gera þó að íbúðin sé tóm og ég er einn heima. Það er rosa freistandi bara að chilla upp í sófa og horfa á sjónvarpið. En
þetta er bara eitthvað sem við þurfum að fara, þetta er eitthvað sem ég þarf að gera. Ég þarf að fylla þessa tösku, ferðartöskuna mína að einhverju drasli og einhverju dóti út af því að við erum að fara til útlanda og verðum þar hvert við erum að fara, þú fær að vita það á morgun. Ég vona, eitt sem ég ætla að segja ykkur, hótelið sem við ætlum að vera á, það stendur að það sé frítt Wi-Fi, sem sagt að ég geta komist á netið. Ég ætla að reyna eins og ég get, ég ætla að taka tölvuna mína með og ég ætla að reyna eins og ég get að upplóta sem sagt vídeónum á netið á meðan ég er úti. Ef það kemur ekkert vídeoblogg á morgun þá ef það kemur ekkert vídeoblogg á morgun þá bara biðst ég afsökunar á því, þá er það bara nettengingin hjá þeim sem er slæm. Út af því að netið úti er ekki eins og netið hérna heima sem er bara hratt og auðvelt og allt það. Ég býst við þetta verði vesen að koma þessu á netið, en það kemur í ljós. Ég er allavega undirbúinn og já, þannig að við bara sjáumst vonandi á morgun og mundu að þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Þú veist, ef þú hefur draum, farðu á eftir draumnuðinum, út af því að ef þú ferð ekki á eftir honum þá er einhver annar sem fer á eftir honum. Njótu lífsins, takk æðislega fyrir mig, takk æðislega fyrir áhorfið. Pétur, takk æðislega fyrir að hitta mig og góða skemmtun í bíó á, var þetta ekki á laugardaginn? Já, bara takk æðislega fyrir mig, njótu lífsins, takk fyrir mig, bye!